Alltaf ný bakað. Netto Granda. Þúsundir Suðurnesjamanna störfuðu hjá varnarliðinu í þá hálfu öld sem það var hér á svæðinu. Margir telja að mikið framboð af atvinnu hjá bandaríska hernum á Keflavíkurflugvelli hafi komið niður á menntunarstigi Suðurnesjamanna. Nú öldin önnur og risið glæsilegt háskólasamfélag hjá Keili á Ásbrú á gamla vallarsvæðinu. Háskólabrú Keilis undirbýr nemendur undir kröfuhart háskólanám. Keilir eini skólinn á Íslandi sem býður upp á aðfaranám í samstarfi við Háskóla Íslands og hefur undanfarin ár verið leiðandi aðili í nýjum kennsluháttum sem mæta þörfum fullorðinna einstaklinga. Rúmlega 1000 einstaklingar hafa útskrifast úr Háskólabrú Keilis á undanförnum árum og hafa flestir þeirra haldið áfram í háskólanám hérlendis og erlendis. Það Soffía Árnadóttir og Inga Sveina Ásmundsdóttir leiða Háskólabrúna hjá Keili. Sjónvarp Víkurfrétta settist á skólabekk. Háskólabrú Keilis tekur 1 ár og hún hugsuð fyrir fullorðið fólk og ígildi stúdentsprófs og eins og nefndir þá erum við búin að útskrifa 1000 nemendur, rúmlega það og erum afskaplega stolt af því og þakklátt fyrir í raun hvað Háskólabrú hefur verið vel tekið en það í sjálfu sér ekki markmið út af fyrir sig. Við reynum að gera gott nám enn betra og það sem þetta snýst að undirbúa fólk vel fyrir háskólanám. Og við höfum gert kannanir eftirfylgni kannanir á nemendum okkar og hafa 90% af þeim nemendum, 85–90% af útskrifum nemendum halda áfram í háskólanámi. Hvernig námið í Háskólabrúnni að fara fram? Við kennum Háskólabrúna í staðnámi og í fjarnámi, sama nám sem tekur 1 ár. Staðnámið okkar byrjar í ágúst ár hvert og fjarnámið byrjar í janúar ár hvert og þetta tekur náttúrulega sama tíma og sama námið en kennslu aðferðirnar eru kannski aðeins öðruvísi. Inga Sveina hefur síðan fjarnámið frá byrjun. Já, nemendur mæta í janúar. Allir sem einn og við erum með 4 deildir sem að nemendur velja sig inn á eftir því hvað þau ætla að taka sér fyrir hendur eftir námi hjá okkur og nemendur í fjarnáminu útskrifast hjá okkur í janúar árið seinna og koma hingað á vinnuhelgar sirka 50 hverja viku. Eru hér með kennaranum föstudag og laugardag og fara svo heim að læra eins og vindurinn og koma svo hingað í lok lotu og taka próf og svo hefst næsta vinnulota eftir það. Hvaða aðferðir eru notaðar við kennsluna? Í fjarnáminu þetta þannig að nemendur eða kennarar taka upp námsefnið og setja á vefinn og eru mjög duglegir við að svara spurningum nemenda sem koma til með að þurfa svör við á námstímanum. Þessi kannski aðeins öðruvísi farið í staðnáminu. Já, staðnámið eins og segir í orðinu, staðnám, þannig að þeir nemendur mæta hérna á hverjum degi. Staðnámið hefst í ágúst og það eru annir, haustönn og vorönn og fyrir þá deild sem lengst, þá líka sumarönn og þá mæta nemendur hér samkvæmt stundatöflu en haustið 2012 fórum við í gang með speglaða kennslu, flipped classroom eins og það heitir á frummálinu og það þýðir að við erum í raun að beita svipuðum aðferðum og Inga var að lýsa hérna áður að í staðnáminu þá erum við í raun að færa heimanámið í skólan og fyrirlestra kennarans heim. Þannig að kennarar taka upp alla fyrirlestra sína og nemendur læra síðan í skólanum í hópum og þar fyrir kennari leggur hann fyrir verkefni vísa í viðkomandi fyrirlestra. Og þetta kennsluform hefur reynst gríðarlega vel. Nemendurnir í staðnáminu, eru þeir sestir að hérna á Ásbrú eða hvaðan þetta fólk að koma? Nemendur okkar koma víðsvegar að og ætlum ekki segja það séum 45% af nemendafjölda okkar
í staðnáminu sem að kemur af Suðurnesjunum og þá tel ég Ásbrú með því að margir kjósa að flytja hingað með börn og bú og búa hérna á svæðinu og svo stór hluti af höfuðborgarsvæðinu en við búum svo vel að eiga SBK að og þeir sem að eru annarkvort búa hér eða eru í námi í Keili fá rútukort og taka rútu hér til og frá skóla og það gríðarlega góð leið til að koma sér á stað. En þú ert að halda utan nemendurna sem eru út all land og jafnvel út allan heim. Hvaðan þitt fólk að koma? Sko, mínir nemendur koma að mestu frá höfuðborgarsvæðinu en svo eru þeir eins og þú segir, dreifður allt land. Við höfum verið með nemendur á Þórshöfn, við erum með nemendur hérna bara á Ísafirði, Höfn í Hornafirði og bara út allt land en við höfum líka verið svo heppin að vera með nemendur sem búa erlendis, Íslendingar sem búa erlendis og vilja nýta hérna tíma sinn þar og þar hef ég verið með marga af hérna Norðurlöndunum en svo höfum við verið með nemendur, ég útskrifaði nemenda sem að tóka allt sitt nám í Brasilíu, Abu Dhabi, við höfum verið með nemendur sem hafa stundað námið á olíuborpalli í Norðursjó, á frystitógurum og svo mætti lengi telja. Hvaða fólk þetta sem að sækja þetta nám? Já, þetta eru bara alls konar fólk held ég sem á öllum aldri, meðalaldurinn svona cirka 30 ár og þetta fólk sem að leita sér að öðrum starfsvettvangi, vill bæta við sig þekkingu og hefur áhuga á að stefna jafnvel eitthvað allt annað í lífinu. Maður hefur talað að þetta sé svona kannski annað tækifæri fólks í lífinu til þess að klára skólagönguna. Já, akkurat og sér í lagi þegar maður hugsa það að brottfallstölur úr framhaldsskóla 30–40% ár hvert þá einhvers staðar þetta fólk sem ekki hefur stúdentspróf og það svo sannarlega annað tækifæri að koma hingað þar sem að námið tekur 1 ár að uppfylltum inntökuskilyrðum. Sem eru hver? Inntökuskilyrðin á Háskólabrú eru 70 einingar, framhaldsskólaeiningar og þar af 6 einingar í íslensku, ensku og stærðfræði. Ég veit að þú ert svolítið svona mamma margra nemenda í náminu. Hvernig að halda utan þennan stóra og fjölbreytta hóp? Það ótrúlega gefandi en þetta kostar mikla vinnu og ég tel það ekki eftir mér að vinna jafn mikið og þau því að vera í fjarnámi ótrúlega, þú þarft að vera svolítið einbeittur til þess að geta verið í fjarnámi. Það ekkert ómögulegt í þessu lífi en til þess að klára þetta þá verður að hafa ákveðin sjálfsaga, í öllu námi þarf sjálfsaga en kannski sínu meira í fjarnáminu. Ég segi oft við mína nemendur að þú ert í 100% námi og 100% vinnu að þá ertu í 200% starfi það árið. Þannig að það mjög mikilvægt að átta sig á því að þetta 100% nám og því fylgir mikil vinna. Sushi, alltaf ferskt. Netto.